Hannes Hafstein líklega flestum Íslendingum kunnugur sem fyrsti ráðherra Íslands eða sem ljóðskáld. Margir þekkja ljóðin hans Hraun í Öxnadal, Sprettur og stórbrotna ljóð Stormur. Síðustu æviár sín bjó hann ásamt fjölskyldu sinni að Grundastíg 10 í Reykjavík, en á meðan hann var bankastjóri lét hann sjálfur byggja húsið sem eitt af fyrstu 15 steyptu húsunum í Reykjavík. Hannesarholt var byggt í kjölfar á Reykjavíkurbrunanum árið 1915 og skriflegar heimildir benda til þess að bruninn hafi haft umtalsverð áhrif á gerð hússins. Á þessum tíma bjó rúmlega helmingur þjóðarinnar í torfkofum og flest hús í Reykjavík voru úr tré. Benedikt Jóhannesson verkfræðingur teiknaði húsið sem þykir ólíkt öðrum húsum í Reykjavík. Hannes Hafstein flutti í húsið í október 1915 ásamt 8 börnum sínum og bjó þar þangað til hann lést árið 1922. Ragnheiður Jóna Jónsdóttir keypti Hannesarholt árið 2007 en þá hafði það verið notað sem íbúðarhúsnæði alla 20. öldina og var í niðurníðslu. Framkvæmdir á húsinu hófust eftir að öll leyfi höfðu fengist og það opnaði fyrir almenning árið 2013. Hannesarholt sjálfseignarstofnun sem þýðir að græðir ekki en leigðir út fundarherbyggi til að halda uppi rekstrinum. Markmið Hannesarholts að efla jákvæða, gagnrýna hugsun í íslensku samfélagi, auka skilning og gildi sögunnar fyrir samtímann og framtíðina og hvetja til uppbyggilegrar umræðu og samveru. Þar haldnir fyrirlestrar, málþing, tónleikar og listasýningar og á fyrstu hæð hússins veitingastaður. Finna